gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Og þá ætlum við að ræða mál sem margir elska að rífast listamannalaun. Það svona frekar stutt síðan síðasta skítabomba féll í því máli og menn ekki eitt sáttir hvort það hægt að reikna út réttmæti ritlauna til dæmis til rithöfunda út frá fjölda blaðsina sem þeir hafa skrifað. En þetta reyndar ekki alveg glænýtt take hjá samtökum skattgreiðenda og Morgunblaðinu. Íslenskir blaðamenn hafa áður svona að því gert tilraunir til þess að setja þetta í eitthvað svona samhengi og fengi bágt fyrir og verið sakaður populisma. Man svona dettur í hug að við séum alltaf að ræða einhverja öfgar í þessum efnum en nálgumst málið ekki svona út frá kjarnanum. Og hingað eru komnir 3 góði gestir. Þeir eru reynda bara 2 sem stendur en svo 3 mun bætist við. Björn Leví Gunnarsson, þú ert náttúrulega fyrrum þingmaður og getur mætt hér sem fulltrúi stjórnmálanna eins og þú manst að einhverju leyti ákveðna innsýn. Já, ákveðna innsýn í heim stjórnmálanna og þetta ju opinbert fé. Og Jóna Hlíf Halldórsdóttir, þú kemur hér sem forseti BÍL-bandalags íslenskra listamanna. Takk fyrir að koma bæði. Takk fyrir að Mér langaði að fá þig af því að mér finnst kannski það geti verið gagnlegt að við til dæmis veltum fyrir okkur akkur það verið störa minni hávaði í kringum myndlistamenn, úthlutana til myndlistamanna heldur rithöfunda. Og svo hér Guðmundur Andri Thorsson, hann á leiðinni og hann verður kannski komin eftir svona 10-15 mínútur. Þannig að við verðum hérna 4 eftir andartak. En kannski bara svona af því ég nefndi þennan bolta að upplifir þú það eins og ég að það sé alltaf mesta rifrildið úthlutanir til rithöfunda en svona minna með aðra listgreinar? Ég veit það nú ekki. Það var nú frekar mikil uxli í gangi fyrir ári síðan hjá myndlistamönnum því það var verið aðeins að breyta bréfinu sem listamenn fá. Það var verið að gefa svona endurgjöf og það var svona fór aðeins út fyrir þau mörk sem að við ætluðum okkur. En það bara voru mistök og við vitum það þegar kemur góð mistök þá lærum við af því og gerum þetta bara betra. En auðvitað með rithöfunda, þeir eru alltaf góðir pennar, þeir hafa góðar skoðanir og þeir eru duglegir að segja frá skoðunum sínum opinberlega og það virðist stuða suma. Þeir hafa mikla bjargir til þess að bera höndi fyrir höfuð sér. Líka. Já, orðið og textinn, hann getur verið svo, tungumálið svo sterkt. Myndlistamenn eru líka alveg pólitískir og eru oft með verk sem að hrista upp hvernig við hugsum og hvernig við sjáum. En það eins og textinn, hann svolítið ríkur í okkur. Já, einmitt. Ég myndi segja það. Já, akkurat. Björn Leví, þú hefur væntanlega fylgst með þessari deilu núna, það ekki, upp á síðkastið. Finnst þú gamalkunn? Þetta endurtekið efni. Alltaf sama rafrildið einhvern veginn. Við getum aldrei lært af því sem við höfum einhvern veginn talað áður heldur dettum alltaf í sömu skotgrafir. Það bara pólitíkin 101. Við erum alltaf að endurtaka sama rafrildið af því að það hendar sumum að halda rafrildinu þar. Að læra ekki af því sem var sagt síðast og halda áfram heldur að toga umræðan aftur í svona grunn svona útfærsluna hjá sér. Man eftir þessu öll þessi ár sem ég var á þingi mitt að þá kom ég iðulega og benti á þetta ekkert öðruvísi heldur en nýsköpunarstyrkir hjá Tækniþróunarsjóði eða hverju öðru. Það sama svona ferli á bakvið þetta. Það sem það verið að sækja að gera ákveðin verkefni, það verið að fylgjast með framvindu verkefnana og svo framvegis. Og einhverja hluta vegna þá stuðar þessi nýsköpun suma en önnur nýsköpun ekki. Verið að gera upp á milli einhvern veginn verka á svona mjög áhugaverðan hátt finnst mér.
Heldur að sé ennþá fordómar gagnvart listamönnum sem vinnandi fólki? Greinilega. Já, ég held samt að hún hefur farið minnkandi. En það náttúrulega alltaf fordómar núti og það náttúrulega bara sást á sér úttekt hjá samtök skattgreiðenda. En það bara, ég skil það líka á einhvern hátt. Það rosa erfitt að skilja hvað listamaðurinn gerir og það rosa erfitt að setja sér í spor listamannsins. Þetta svona að margir halda að þú eigi bara að vera inn í einhverju herbyggi að mála en að vera listamaður þú ert í vinnunni allan sólarhringinn. Þetta bara eins og að vera bóndi, þú ert aldrei í rauninni fríi og listamenn vinna svo marglaga eða það vinnur enginn eins og hluti af því að vera listamaður bara að fara á sýningar, vera í samtalinu, vera í umræðinni svo þarftu að fá tíma til þess að gera góða list og þú þarft rými það ekkert auðséð í dag að fá rými, vinnustofur eitt af því sem við listamenn erum að berjast fyrir við þurfum rými, við þurfum tíma og svo þurfum við fjárfestinguna það þarf að fjárfesta í myndlist og þetta langtíma fjárfesting þetta ekki, og þetta besta fjárfestingin sem ríki getur farið í fyrir hverja krónu sem þú setur í nýsköpun, listur og menningu þú farið 3 til 4 tilbaka samkvæmt góðri skýrslu sem hennin hefur verið já, og svo fyrir utan mörgum löndum og fyrir utan krónutali þá skiptir þetta svo gríðarlega miklu máli fyrir bara sálarlífið fyrir bara geðheilsuna og við bara búum núna í samfélagi þar sem einmannaleiki eitt af stærstum ógnum mannkynsins börnin okkar týna samkennd það búið að sanna það að listur og menning er eitt af sterkustu vopnum gegn þessu listur og menning eru náttúrulega bara það sem við erum sem þjóð er allt kemur sko okkar tjáning og skilningur á því hvað að gerast hugmyndinar sem eru svona fljótandi í samfélaginu er eitthvað sem að listamenn almennt séð virkja og koma vel í orð því að það ekkert allir sem eru góðir í að koma hlutum vel í orð rithöfundar eru það almennt séð þess að hafa þeir náð að verða rithöfundar á meðan aðrir sem að kannski geta það ekki ná ekki þeim áfanga og við erum að slást þessar hugmyndir og það áhugavert þegar maður heyrir núna þetta sé einhvern úttekt samtaka skattgreiðenda og svoleiðis eftir því sem best við það bara einhver einn en það hljómar óslega miklu betur ef það samtök skattgreiðenda kannski það mitt en þú veist, ef það eitthvað samtök skattgreiðenda þar á bakvið þá hljómar það einhvern veginn trúverður heldur en bara persónulega skoðanir einhverja örfára En mér langar svo að fá að koma að kerfið eins og í dag ótrúlega gott og við listamenn erum mjög ánægðir með það. Það er orðið gott núna eftir breytingar sem hafa verið gerðar. Já, auðvitað þetta lifandi kerfi. Það við erum alltaf að reyna að gera betur og sjá hvernig við getum útfært listamannalaugin betur, hvernig getum við verið meira gegnsæ, hvernig getum við bara tala við samtíman. Ég meina það búið að breytast svo ótrúlega mikið á seinustu bara 10 árum. Við erum hér með listaháskóla sem að útskrifa 200 nemendur á hverju ári. Hvernig ætlum við að lyfta þeim upp? Hvernig ætlum við að hjálpa þeim að koma sér á stað? En listamannalaunin eru ekki bara fyrir unga listamenn eins og margir halda. Listamannalaunin eru fyrir alla listamenn og við þurfum að passa okkur að listamannalaunin spegli það samfélag sem við erum í. Samfella er gríðarlega mikilvæg því það lifir enginn á listinni. Það er bara þannig. Það er 0,001%. Við búum í landi þar sem 400.000 manns búa og tala tungumálið. Þú getur aldrei lifað á því að vera rithöfundur og hversu mikilvægt er það að skrifa íslenska bækur? Það er bara ef við ætlum að halda í tungumálið og við þurfum að leggja ennþá meiri pening í nákvæmlega þennan málaflokk. Og mér langar líka bara að segja, það eru 16 fagfélög innan BÍL. Öll fagfélögin sem að tilnefna í úthlutunarnefndir fyrir utan hönnun eru í BÍL. Við eigum fund með stjórn listamannalauna, með rannís og starfsfólki ráðuneytisins 2 ári fyrir úthlutun og eftir úthlutun. Og við erum alltaf að endurskoða hvað við getum gert betur. Núna til dæmis erum við að reyna að fá í gegn að úthlutun verði í júní.
þannig að verður einhver fyrirsjáanleiki. Þannig að listamaðurinn veit hvort hann sé að fara á starfslaun á næsta ári eða ekki. Því að eins og staðan í dag að fá að vita hvort fyrir jól, hvort fyrir starfsárið, hvort þú sért með starfslaun eða ekki, alveg hræðileg vinnubröð. Það myndi ekki gerast út í hinum almenna vinnumarkaði. Þetta gömul deila og sko orðanótkunin sem að við erum með í deilunni endurspegla það dálítið. Mér finnst til dæmis, því að orð skipta máli, listamannalaun ekki vera réttnefni fyrir þetta. Þetta nýsköpunarstyrkur. Alveg nákvæmlega eins og það nýsköpunarstyrkur að fá, þú veist, nýsköpunarstyrk fyrir verkefni, hugbúnað eða hvaðeinað sem það annað. Þetta gamalt orðurinn yfir gamalt fyrirkomulag og kannski nær því að lýsa heiðurslistamannalaunum sem allt annað fyrirbæri og fyrirbærinni sem að kannski ætti að fara að hverfa af því að það var sett upp fyrir svona þá þróun sem að lífeyrissjóðirnir og þess áttar komu með. Þannig að það væri eitt sem að við getum kannski náð árangri með að fara að nota nákvæmari og betri orð til þess að lýsa þessu fyrirbæri. Nú ég ekki sammála. Ekki upphefði því að vera listamann? Jú, algjörlega. En ekki listamannalaun svona heiðursnafn? En nýsköpunarstyrkur listamanna ekkert? Jú, nýsköpunarstyrkur listamanna. Já, þú myndir vilja halda tengingunni við listina. Af því að fyrirkomulagið það sama. Ok, þú sagðist ekki vera sammála? Nei, ég ekki sammála. Því mér finnst starfslaun listamanna bara mjög gott orð. Því þetta eru laun. Og við erum alltaf að tala það að þetta á ekki vera verkefnastyrkir. Þetta bara vera laun til þess að geta lifað af. Þannig að þú getur bara borgað þína reikninga og haft tíma til þess að hugsa og fá góður hugmyndir. Þú fær ekki góður hugmyndir bara á einu degi. Og hvað fyrir ungt fólk að leggja undir og þora að elta sína ástríðu að það sé mögulega vona á föstu lífsviðu væri. Af því að margt ungt fólk þarf náttúrulega að taka erfiðar ákvarðanir með lifibrauðið. Ekki bara ungt fólk, bara allir listamenn á öllum aldri. Nú tala ég bara af reynslu. Já. Þegar ég fengi listamannalaun, það hefur bara breytt öllu. Ég hef ekki getað gert það sem ég hef gert og náð áorka. Þannig að þú þekkir harkið. Ég þekki harkið. Persónulega. Já, og þegar þú færði listamannalaunin, þá færðu svona ekstra tilfinningu bara ég verð að gera ekstra vel. Já. Þú ert með pressu á þér allan tíman. Og í rauninni þá hef ég alltaf komið út úr mínus. En svo skilar það sig tilbaka seinna. Já. En þetta skiptir gríðarlega miklu máli að þurfa ekki að vera með kvíða hvernig mánaðamótin fara. Að þú getur allan að borga þennan grunnþjónustu, þú veist, grunnþarfir mannsins, leigu, mat og leigu vinnustofu, efniskostnaður. Þetta skiptir öllu máli og þess vegna svo mikilvægt líka að hafa samfellu því að við viljum líka fá listamenn sem ná að þroskast. Já. Við viljum ekki allir bara fái smá tækifæri og svo það bara tekið í burtu. Við þurfum tíma til að þroskast, til að vera góði listamenn. Það gerst ekki á einni nóttu. Og þetta langtíma fjárfesting og þetta skila margfalt tilbaka. En mér finnst svo mikilvægt að þetta séu listamannalaun, þetta séu laun en ekki styrkir. Og þá komum við kannski að því sem að bíl að berjast fyrir, að þessi laun verði hækkuð. Þetta undir lágmarkslaunum, þetta undir viðmið skattsins og ef þetta hefði verið vísutölutengt, launavísutengt, þá ætti þetta að vera 770.000. En 560.000 og þetta verktakagreiðsla. Ég þarf að borga 50% af þessu í launatengt gjöld. Já. Þá sérðu, þá hvað? 300 skall. Hver lifir á því? Og þú mátt vinna 30% með. Já, einmitt. Þetta náttúrulega bara, það engin starfsmaður hjá ríkinu sem má ekki vinna með, það engin að skipta sér af hvort að Jón Jónsson sem vinnur í Seðlabankanum, hvort hann sé að vinna þeirra hverja helgi í Subway. Það engin að, mér sé eiginlega fárulegt að sé þessi 30% að þú megir ekki vinna nema 30% með. Mér finnst svolítið svona ekki vera að kreista listamönnunum. Nei.
Hingað kominn Guðmundur Andri Thorsson sem ég kynnti á hann að myndi slást í hópinn og ertu velkominn. Takk fyrir. Takk. Við erum hérna, svolítið síðan við byrjuðum að ræða, eitt af því sem við höfum rætt sko svona þessi tilfinning manns að það sé meiri átökum rithöfunda heldur en aðra listamenn og við höfum líka svona verið að velta fyrir okkur heimi stjórnmálanna og fleira. Það eitt sem að hérna kannski ef ég byrja á því að sko ræða við þig eitt sem að ég hef svona fengið á tilfinninguna í tengslum við þennan umdeilanleika, það að sko það eins og sumir hugsið þetta sem hverja aðra iðnaðarvinnu. Nú hefur þú fengið sko ríkisframlag til þess að saga við og þú þarft bara að saga ákveðið magn af þessum viði og stafla upp og það verður svo bara keyrt á flutningabíl í burtu og ef þú ert latur og ef þú sagar lítið af þessum viði og við erum ekki með eitthvað svona efnislegt sem að mælir þín afköst þá bara kippa þér af ritlunum. Já, þetta ágætis líking býst ég við hérna. Þetta með rithöfundana það að svo leyti undrunarefni en samt sem áður það einhvern veginn svo að þetta kannski bara einhver vani. Þetta byrjaði nú fyrir einhverjum árum síðan og það voru einhverju blaðamenn sem byrjuði á því að setja upp myndir af rithöfundum alltaf sem að fengu úthlutuðum starfslaunum úr launasjóði rithöfunda og fóru svona af stað einhverjar árvissar deilur það og þessar árvissar deilur sko þær áttu sér svona eldri sögu líka sko í kringum Halldór Laxness og svona sem var sviptur ritlunum vegna skrifa. Já, einmitt, já. Og það svona ákveðin hefð fyrir svona pólitískum flokkadráttum meðal rithöfundar svona mjög skýr hægri vinstri deilur og sumir að reyna svona skynjamaður að reyna að endurvekja það andrúmsloft vegna þess að það eru sumir sem að þrífast í andrúmslofti þar sem eru togstreita og deilur. Þetta kaldastríðs? Já, þetta er svona tilraun til að endurvekja og endurheimta kaldastríð því að kaldastríðið var mjög valdeflandi fyrir vissa tegund af mönnum, skulum við segja, sem að maður sér að eru svona aftur komnir á kreik. Það var hérna hríð sem ríkti svona viss sátt þetta milli hægri aflana og vinstri aflana og kannski kristallaði svo sátt einhverju leyti í ritstjórum Þjóðviljans, annars vegar Árna Bergmann og ritstjóra Morgunblaðsins hins vegar Matthías Jóhannesson sem að svona tókust var svona sáttarhönd milli þeirra. Og Matthías held ég að hafi gert mjög mikið til þess að svona að lægja að þýða kaldastríðið með Ursulunni sem sagt að búið til þýðu með einföldu úr kaldastríðinu hann svona slökkti á þessum frystiklefum sko, slökkti á þeim einum og öðrum þannig að nú verið að endurvekja þetta aftur og ég ímynda mér að þetta sé þungbært fyrir þá sem að eiga þarna hlutamál eða sem lenda í þessum atlögum. Ég hef nú sjálfur ekki fengið eða ég hef ekki sótt starfslaun listamanna síðan einhvern veginn fyrir aldamót. Þannig að þetta kemur mér í sjálfur sér ekki við. En fyrir aldamót upplifður þá hvernig allt stóð og fjall með því? Nei, alls ekki. Ég hef alltaf verið skrifstofumaður fyrst og fremst og starfað við það fyrst og fremst og svo stundum sótti ég og fekk einhver svona hálfsárslaun sem að gátu hjálpað mér að framlengja sumarfríið. En þetta var ekkert sem að sko þetta stóð ekkert og fjall með fyrir mig sko ekki eins og það gerir fyrir fjölda manns. Já, algjörlega. Þannig að ég kem pínlítið utanfrá horfið pínlítið utanfrá á þessa umræðu en svona bara til að fara að klára þetta sko þá tel ég að mínir hagsmunir séu fólgnir í því að hér sé ákveðið svona
bara sem almennur borgari hef ég þá hagsmuni að hér sé ákveðin standard í listum og hér sé ákveðin menningar ástand sem einkennist af grósku og listsköpun og listsköpun fá að þrífast sem mest. Ég hef beina hagsmuni af því að ég held að samfélag sem ég bý í verði betra á allan hátt. Já. Og bara klára, sko, við þurfum að list að halda til þess að list sé til, það eru allir sammála það, við þurfum að list að halda og til að list sé til þá þurfa því miður listamenn líka að vera til. Já. Ég heyrði aðeins í honum Jakobi Bjarnari blaðamanni sem að bara það voru mín orð, ég sagði þú varst nú bara grýttur 2016 þegar hann var eitthvað að skrifa þessi mál og hann var einmitt að einhverju leyti með mælistiku eðlilegt að það komi bara 2 bækur á 10 árum og eitthvað slöðs, þetta sama svona. Sko mín niðurstaða svona persónlega eftir að hafa fylgst með þessum deilum út og suður að það sé nú kannski einhver meðalvegur þarna sem að við ræðum sjaldnast eða mér dettur það í hug að það oft sagt að rithöfundar hafi mjög svona öflugar bjargir og til þess að verja sig og svona og náttúrulega það væri, við getum fundið einhver dæmi að það væri kannski ekki lagi að einhver fengi listamannalaun í 100 ár og myndi bara skrifa hálfa bók bara svo ég komi með einhver svona eitthvað fáránlegt statement en en af því að þú ert svona ekki listamaður þóttu sért náttúrulega snillingur Björn Leví þá hefur þér stundum fundist og ef þú ferð inn fyrir raðir Alþingis og þú svona rifjar upp sem að þú getur líka kannski af því þú ert nú fyrrandi þingmaður. Björn Leví bara til að mótmæla þessu sem var að segja Björn Leví var á undan mér að flytja frumsamið ljóð í ræðistóru Alþingis. Já, ok. Með hjálp gervigreindar. Já, með hjálp gervigreindar. Þarna tók að þig. En ég er að velta þig fyrir Ég er að velta fyrir mig tvennu, annars vegar hvort þú gætir aðeins uppljóstrað svona pólitískum þangagangi, menningarpólitískum þangagangi þingmanna þau ár sem að þú varst gagnvart þessu og líka hvort við gætum stundum verið aðeins minna yfirdrifin í að ráðast á alla þá sem að bara eru með einhverja svona efnislega staðrendir þótt þær hendi ekki nema litlu leyti til þess að fjallum list. Aðeins að leyfa þér fyrst að bregðast við þessu, Björn. Já, ég tek aðeins undir það sem að Guðmundur Andri var að segja varðandi sumir hagnast á því að einmitt vera bara að rífast. En það sko ástæðan fyrir því að það færa viðgangast, ég veit ekki hvort það sé rétt að segja það, af því að það rosalega erfitt fyrir fólk utan frá að sjá hvort þetta sé málefnalega eða ómálefnalega gagnrýni. Fólk sem að vill svona hræra upp í pottinum spyr af því að svona utanfrá séð mjög saklausra spurninga en innihald þeirra og afleiðingar þeirra spurninga eru alls ekkert saklausar. Og þess vegna rosalega erfitt þegar að við eigum alltaf í sömu umræðinni aftur og aftur og aftur og það vísbending ómálefnaleikheitin. Ef það aldrei hægt að svara þessari saklausu spurningu og halda áfram með samtalið þaðan, þá eitthvað óheiðarlegt í gangi. Og það það sem að allavega ég hef séð að við þurfum alltaf að byrja upp á nýtt. Skil það einhverju leyti þegar kemur nýtt þing og nýjir þingmenn kannski eða eitthvað svoleiðis en ég skil það síður þegar það eru sömu kannski fjölmiðlarnir sem eru með sömu fréttunar ár eftir ár og bæta engu við umræðina. Hræra bara í vantraustinu að vissu leyti. En fannst þér þingmenn skiptast í 2 horn, menningar sinnaða sem að vilja hafa þetta kerfi finnst það gott og hina sem vilja bylta því eða hvernig myndir þú lýsa því? Skiptist aðalega á milli stjórnar og stjórnarandstöðu nokkuð svona auðveldlega þannig af því að það ríkisstjórnin sem kemur fram með fjárlög og það bara hefur alltaf verið þannig að
þessir styrkir til lista og menninga og slegis hafa verið mjög neðarlega á forgangslista með þessa svona auka ríkisstjórnarpening sem er til á milli handana. Þannig að öll fjárlög koma inn í þingið mjög svelt á þennan málaflokk. Og þá reyna ýmsir að taka upp svona, anda aðeins rólega, fara yfir umsagninar og sjá hvar þeir geta gagnrýnt á ríkisstjórnina fyrir að vera ekki góð í þessu. Og meðan einstaka kannski stjórnarþingmenn reyna að berjast fyrir smá viðbótum sem maður veit að nánast gagnslaust. Þannig að það að styrkja það sem Guðmundur Andri var að segja. Nei, ég sé meiri sem sagt ákvörðun ríkisstjórnar í fyrirkomuleginu heldur en að þingmenn hafi nokkur áhrif á þetta. Ég held að, varst þú ekki að lista? Jú, mér langar bara að segja að listamenn fagna umræðunni en til þess að umræðan fara á eitthvað plan sem við getum virkilega haldið áfram að tala hlutina, þá þurfum við að vera með sannindi. Það þarf ekki að, bara falsfréttir aldrei góð byrjun, því að þá fer öll umræðan í að slökkva elda að segja hvað ekki rétt og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við tölum hvernig kerfið, er það nógu sterkt. Þetta fjársvelt kerfi, við þurfum meira fjármagn inn í listir. Listamannalaunin ættu að vera 2-falt hærri. Nú er umræða inn í ráðuneyti að búið til einn styrktarpott, það sem bara allt fer úr sama potti. Ég sagði við Loga, ég held að skiptir engu máli hvernig þú ætlar að úthluta þessum pening. Það mun alltaf vera ádeila meðan það eru svo litli peningar. Ef við myndum bara fjölga listamannalaununum helming, hækka þau upp í 770.000, þá gætu allir fengið eitthvað sem eru með verðug verkefni. Og ef við horfum til Noregs, þar eru listamannalaun 10 ár, 5 ár, 3 ár. Hér erum við að tala 3 mánuði, 6 mánuði, 9 mánuði og 12 mánuði og heppin. Og þú þarft að sækja á hverju ári. Noregur veit að þetta skiptir máli. Og fyrir listamannin að geta verið með eitthvað fyrirsjáanleika, ef listamann myndi bara fá launin í 3 ár, hvað myndi þessi listamaður geta gefið tilbaka til samfélagsins? Ef Andri Snær hefði fengið listamannalaun 2 sinnum 10 ár, væru við hér þá að ræða saman. Þetta býr til líka eitthvað svona múæsing að þurfa að sækja á hverju ári. Já. Sko, mér líka ágætt inn í þetta að benda á að hann skrifaði Hjálmar Gíslas, ekki Gíslason, hann Hjalli. Það er alltaf í góðan status, sko. Hann skrifaði fjárlög ársins 2025 nema 1546 milljörðum, lánasjóður rithöfunda úthlutaði 317 milljónum á árinu. Úthlutunin nemur sem sagt 0,02% af útgjöldum ríkisins. Þetta þýðir að af skattgreiðslum einstaklings á meðallaunum 758.000 á mánuði renna 39 krónur á mánuði eða heilar 465 krónur á árinu til þessa málaflokks. Og svo klikkir hann út mikið sem við megum vera þakklátt fyrir hinn svokölluðu samtök skattgreiðenda fyrir að ráðast að rótum vandans. Þetta svolítið beint í mark, Já, þetta náttúrulega, mér ekki vel við að Skafti Harðarsson taki að sér að tala í mínu nafni. Ég skattgreiðendur, við erum hér öll skattgreiðendur og ég veit ekkert hans skatta en hann allavega ekki talsmaður minn. Og þú veist, ég geti allt eins stofnað samtök sem ég kallaði samtök almennings og farið að tala sem fulltrúi almennings. En að því sögðu þá skilja að sumuleyti fólk sem að fer að hugsa með þessi mál svona eftir einhverjum svona brautum gremju, það hugsa með sér hér við að taka af mér og hér ég að þræla 5 daga, 6-7 daga vikunar þræla og það er tekið af mér svo mikið af því sem ég vinn mér inn til þess að halda uppi einhverju fólki sem að þykist vera eitthvað betra en ég og er alltaf að segja við mig hvernig ég eigi að hugsa og hvernig ég eigi að bæta mig og þetta er einhver svona þangagangur sem að maður svona
mann grunar að lúri undir hjá svona þessum sem eru óanæðir með og eru andvígir þessum listamannalaunum og einhvern veginn hafa rithöfundur orðið svona tákngervingar þessara listamannalauna og eru alltaf dregnir upp Afætur. Já, og það nú ekki síst, ég heyrði að þú varst að tala á hann sko Jakob Bjarnar sem fórnarlambið í málinu en það náttúrulega hann sem að hefur haldið þessu gangandi, þessum fréttaflutningi sem að byrjaði á fjölmiðlum þar sem hann starfaði sem yngri maður. Já, hann væri heilsu þá væri hann í umræðinu með okkur. Já, við sendum honum bara alltaf kveður. Já, og bata kveður að sjálfsögðu. En sko ég held að listamannalaunin þau verða aldrei afnumin og það er óhugsandi. Það er óhugsandi samfélag þar sem að erum við ekki listamannalaun. Maður heyri stundum talað að það sé ofmikið sama fólkið að fá laun og það væri frekar ástæða til þess að endurnýja sífellt þessi laun og veita ungu fólki styrki frekar. Nú að vísu nýræktarstyrkir til og þeir skipta máli fyrir ungt fólk en ég svona í grundvallaratriðum ósammála hugsuninni sem að liggur þarna baki vegna þess að ég held að það að vera listamaður sé starf og það sé lífsstarf og eins og þú varst að benda á. Já, og einmitt og að sá sem að helgar sig þessu og hefur sýnt fram á það að hann eigi erindi og list hans skipti samfélagið máli þá finnst mér að viðkomandi listamaður eigi í rauninni bara að vera á launum við að vera listamaður og þetta eigi ekki endilega að vera svona afkasta bundið eins og þú varst að tala áðan með saga viðinn sko. Þá bara sittum við uppi með einhverja endalausa stæður af rökuðu timbri sko, sem enginn veit hvað á að gera við. Nei. Sko, Mér langar aðeins fyrir gera vinum mínum í íhaldsmönnunum smá grikk af því að þeir hafa svo mikinn áhuga á verðmætasköpun og verðmætasköpun er mjög augljós í þessum geira við erum búin að fara yfir það áður en þá, af því við vorum að tala fjárlögin þá er gaman að bera þetta saman við annan málaflokk sem að fær 20-föld útgjöld ríkisins eða svo án þess að við erum vera með nokkra verðmætasköpun og það er þjóðkirkjan. Á þess að vera með nokkra verðmætasköpun? Já, á þess að vera með nokkra verðmætasköpun. Tja, ok. Já, ég meina, hvað býr kirkjan til á hverju ári miðað við listamenn til dæmis? Það er verðmæti sem mölur og rið fá ekki grandað, eins og segir í Biblíunni. Það er ákveðin andleg verðmæti og svo framvegis, en ekki á sama hátt og kannski íhaldsmenn vilja skoða verðmætasköpun sem slíka. Það er ekki hagkerfisdrífandi. Það er ákveðið andlegt heilbrigði og þess aftar. En þar eru launin föst, eins og var að tala að ætti að vera fyrir listamenn. Það er algjörlega... Það er ekki greitt á ræðu. Það er engin krafa frá hinu opinbera eitthvað framlag. Nei. Við þurfum með þess að borga aukalega fyrir útfarir og jarðarfarir og giftingar og þess að sko. Það getur verið dýrt að deyja. Það getur verið svakalega dýrt. Þannig að það er áhuga, mér finnst þetta, ég er ekkert rosalega mikið fyrir það að bera saman sko ein útgjöld ríkisins miðað við önnur. En ég sé ákveðin sko samhljóm í þessum útgjöldum og mununum á þeim frekar heldur en eitt ætti að koma í staðinn fyrir annað. Já, ég meina hvort tveggja fæstu óefnisleg verðmæti. Já. Sem að við í þessu tilfelli listarinnar verða að efnisleg verðmæti. Það er munur sem ég er að benda á. Já, mér finnst þetta ögrandi og gott dæmi sem þú nefnir. En sko, ok, ég held að ein ástæða gremjunar sé eins og þú varst aðeins að koma inn á. Ég held kannski að ætti að vera á hverju ári pínupottur fyrir bara
einhverja umsækjendur sem ekki eru ungir endilega, heldur bara svona, það þyrfti ekki að vera nema 3 mánuðir eða eitthvað slags, bara svona hluti af þessu vandamál, hluti af deilinu eins og þú veist að það sem kom inn á okkur finnst sama fólki fá þetta óbúslega mikið og það eru bara mjög margir vini mínir, bara góðir rithöfundar sem ég les sem segjast hafa sótt ár eftir ár og aldrei, kannski einu sinni fengið 3 eða 6 mánuði eða bara aldrei og þarna gæti verið eitthvað að hugsa til þess að reyna að auka þessa sátt, ekki satt? Já, það samt sko hérna í lögum að 7% fyrir nýliðun og það verið að vinna af 10%, en til þess að fara upp í 10% þá þarf meira fjármagn, því annars ertu bara að klípa af öðrum. Og er það ekki aðalega ungir listamenn? Það er bara nýliðun, þessi 7% fellur að þú mátt vera búin að fá einu sinni eða aldrei. Já. Og ef þú ert búin að fá einu sinni þá getur þú verið innan þessum 7% að fá í annarskipti. Svo ert búin að fá 2 sinnum þá ertu ekki lengur nýliðun. Og það var staðið við þessi 7% árið í ár og ég með þess að bara prenta hérna út að nýliðunin var 7% og það gerðu 286 mánuði, 68 launþegar í nýliðun í ár. Og mér finnst mjög mikilvægt, ég alveg sammála með nýliðunina og hún í gangi og ef þú skoðar úthlutunina þá fullt af nýjum nöfnum og ekki voru samtök skattgreiðenda að benda á það. Og en á meðan að launin eru svona fá, úthlutunar mánuðirnir, svona fáir, þá náttúrulega bara allt svolítið stopp, því við viljum líka hafa samfellu. Það bara gríðarlega mikilvægt. Og þegar þú ert að sækja listamannalaun, þegar ég hef verið í úthlutunarnefnd, þetta bara erfiðasta vinna sem að ég hef verið í. Ekki þakklátt? Ég þakklátt. Nei, menn ekki þakklátt vinna. Já, ég alltaf þakklátt. Já, þakklátt vinna. Já, mér fannst bara mjög mikilvægt að taka þetta að mér. Bæði til þess að gefa að mér til samfélagsins, líka bara til þess að sjá hvernig staðið að þessu. Þegar ég var með mína efasemdir. Og ég skal segja ykkur það að þetta bara ótrúlega vel staðið að þessu. Og bæði færðu kynningarfund, þú ert með matskvarða og ég var mjög stressuð því að bara flesti mínir vinir eru listamenn, hvernig ætla ég að fara að dæma, en þetta bara eins og fara í módelteikningu. Þú ert með nakin líkama og þú ert bara, guð, hvernig ætla ég að fronta þessa mannesku allsbera, en svo ferðu bara að horfa útlínunar. Það sama með, þú ert að horfa umsóknirnar, þú ferð ekkert að hugsa hvað manneski er á bakvið. Það sem að listamennir eru allsberir. Já, þeir eru allsberir, já. Og þú ferð bara að hugsa hvaða verkefni eru mikilvæg og hvar eru stattir í sínu lífs þroska og hvenær er mikilvægt að þessi þarf að fá þetta súrefni núna, við getum ekki tekið á þessum, þessi er bara á flugi, þessi er hérna mjög spennandi, en auðvitað var það gríðarlega erfitt í lokin þegar þú vildir veita kannski 150 listamönnum laun, öll með mjög verðug verkefni, en það var bara 60 mann sem geta fengið. Auðvitað var erfitt að þá að bara að reyna að finna rétta niðurstöðu, en við erum 3 í þessu nefnd, við eigum löng samtöl og endanum, auðvitað vill man alltaf gefa fleirum, en á endanum er þetta alltaf mjög mikið sanngirni og ég held að og gegnsæi og það er bara mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að fagfólk með þekkingu og reynslu er að fara yfir umsóknir. Og við viljum halda því þannig. Við getum ekki bara beðið Jón Jónsson út í bæ að fara yfir þessu umsóknir. Því það krefst þekkingu, það krefst reynslu og líka traust á fagvettvangi. Nú þekkjum að fólk sem er snillingar í að sækja styrki og bara getur redda styrkjum, Evrópustyrkjum bara af því að þau kunna sækjum. Þetta er sérstakt fag. Já, þetta er sérstakt fag. Er það eitthvað svona umhugsunarefni að gæði umsóknarinnar, form umsóknarinnar, að það sé í rauninni það fyndið að þú skulle nefna þetta ég var einmitt að svona bara meðan þú varst að tala þá var ég bara að rifja upp faðir minn Tór Viljámsson var rithöfundur og ég rakst á einhver tímann þegar ég var að fara í gegnum hans dót það er sem sagt umsókn starfslaun rithöfunda sem að hann er að fylla út, ég veit ekki alveg af hverju hún var þarna í hans fórum, hann er væntanlega fyllt út aðra í staðinn, en
gert það alveg áreiðanlega eins ef ég þekki hann rétt, en hún var sem sagt handskrifuð, stórum stöfum, bara Þórviljarsson og svo kom eitthvað krass hvað hann ætlaði að gera, sko, óskiljanlegri rithönd og svo bara og eitthvað mig og það bara, ég þarf ekkert að kynna mig og svo bara tóðir hann undir og bara hafið þetta og hann fékk. Svo ég minni mig, ég held að hann hafi alltaf fengið það sem hann sótt Þetta er náttúrulega óhugsandi í dag. Þetta er 1970 eða 80 eitthvað eða hvernig það var. Þannig að svona hefur nú samfélagið breyst. Ég er ekkert sem að ég réði við að sko fylla út svona eða búa til svona umsókn sem að næði einhverju máli. Ég held að þetta sé orðið svo flókið Nei, þetta er ekki flókið. Þetta er búið að einfalda þetta svo ótrúlega mikið og fagfélögin að bjóða listamönnum upp á aðstoð, rosa flott í Tjarnarbíó bauð öllum listamönnum að koma sem væri að fylla út umsóknina og þar væri einstaklingur á staðnum að aðstoða. Auðvitað getur þetta verið svolítið yfirþyrmandi þó þetta gerist í fyrsta skipti, en þetta er orðið mjög, ég myndi segja að Rannís er búin að vera að vinna með fagfólki að gera þetta þannig að þetta sé einfalt, þetta er skýrt og þú ert bara að útskýra verkefnin þín og þetta er mjög viðkvæmt. Þetta eru viðkvæmar upplýsingar og þú þarft að geta treyst fólkinu sem er að fara yfir. Þetta eru hugmyndir oft sem er bara á viðkvæmum stað. Og ég skil alveg að listamennir ekki alveg tilbúinir að gera skýrsluna sína bara opinbera því þú ert kannski bara að segja frá þínum innsta kjarna og hugmyndir sem er á viðkvæmum stað og við lifum tíma núna sem gervigreindin er búin að stela okkur öllu ævistarfi og við verðum að fá að halda í eitthvað. En einn rithöfundur sem sóttu fyrir 2 árum hann sýndi mér svar tölvupóst frá nefndinni synjun og það var hálf málsgrein að gæði umsóknarinn hefði ekki verið næga eitthvað sluðis og bara engin frekari rökstuðningur. Þetta var eitthvað sem var byrjað á að gera sko að svara svona og svo held ég að verið horfið frá því að þetta kom svo illa út. Nei, þetta byrjaði fyrir fólk. Fyrir ári síðan þá var ákveðið að gefa eitthvað svona endurgjöf sem væri aðeins meir en bara því miður, þú fékkst ekki, bæ. Það væri kannski aðeins meira svona persónulegra og hvað var það sem vantaði upp á. En það fór eitthvað aðeins út úr böndunum, þannig hjá myndlistamönnum, það var gefið aðeins ítarlegri umsögn. En núna er bara komið staðlaur texti sem verður. Höfnun er náttúrulega bara höfnun og er alltaf erfið að takast á við, sko. Ég veit að ég verð að segja að mér fannst þessi endurgjöf hugmynd fáruleg. Því að þegar ég satt í þessari nefnd, þá er bara 99% umsækjendur hæfir og með frábæra umsókn. Og það er bara takk fyrir góðu umsókn því miður var ekki meiri peningur í boði. En stundum er úthlutað það ekki í ljósi þess að nú hefur þessi ekki fengið í 2 ár en hann er að gera góða hluti og þá setjum við hann. Er það ekki stundu rök að deila þessu á milli þeirra sem er ekki áskrifundur á þessu? Sko það er engin áskrifandi. Já, það er búið að benda á nokkra sem að fá alltaf. Þau hafa líka fengið synjun. Það er bara ekki bent á það. Og það hefur fengið hluta af mánuði. Er það talað eins og Skafti Harðarsson núna? Nei, þú er bara að halda lifandi samræðum. Sko, mér finnst alltaf bara verið að benda á að þetta fólk hefur fengið alltaf. Það er aldrei bent á og það hefur ekki alltaf fengið. Og það hefur fengið bara hluta af ári. Við þurfum samfellu. Það er bara það sem við viljum og rithöfundar eru búin að halda vel í það. Við myndlistamenn mættum gera meira af því ef ég á að segja eins og mín skoðun er. En það er aldrei sama fólk í úthlutunarnefnd. Bíl gerði siðareglur og verklagsreglur fyrir fagfélögin sem eru að úthluta eða tilnefna í þessar nefndir og það er að tryggja armslengd. Og það situr engin lengur en 3 ár, þannig að það er alltaf rótering og þessi listamenn sem eru að fá oftast, þetta eru listamenn sem eru bara að gera verðug verkefni. Þessi úthlutunarnefnd telur að þau eru að vinna mikilvæga vinnu og eru listamenn sem að skipta máli og eru að vinna verk sem að þurfa að koma. Mér langar að koma með eitt persónulegt sjónarhorn áður en ég gef þér orðið nafni.
ég hef verið bæjarlistamaður Akureyrar. Ég var mjög þakklátur fyrir þann heiður. Ég hef aldrei átt í jafn miklum erfiðleikum með að ná endum saman og í rauninni var það eiginlega ekki hægt. Og síðan hef ég alltaf sko svolítið tekið hatt minn ofan að fólk láti bjóða sér það. Hvað þessar tekjur, hvað þessar peningar eru litlir. Og þannig að það mitt persónulega sjónarhorn á þetta sem ég langar hérna að leggja á borðið. En gjörðu svo vel. Já, það smá áframhald hérna með umræðan það hvort þetta séu nýsköpunarstyrkir eða listamannalaun hérna sem áhugavert að sjá hérna mununa þessu því að fyrirkomulagið var tvímælis öðruvísi þannig að það var 1970 eða hvernig sem það var. Sko ég hef séð sko umsóknir og svör á öðrum stöðum í nýsköpunar styrkjónum heldur en endilega hjá listamönnum bara í rannsóknum eða tækniþróunarsjóði ýmislegt svoleiðis. Og skiptinguna til dæmis á milli landshluta af hverju eru ekki styrkir að fara mikið til dæmis á Austurlandi eða Vestfirði og svo framvegis. En þá koma svörin það eru að fara hlutfallslega jafn mikið að styrkjum þangað bara umsóknirnar eru svo miklu færri og jafnvel engar sum árin og það til dæmis út af því að fólk treystir sér ekki í að leggja í umsóknarferlið af því að það flókið ef það ekki einhver til staðar. Það lækkar svo mikið í launum líka við það. Eða það sko. Það líka öðruvís að vera algjörlega ótengdur svona menningarstraumum ríkjandi hjá þjóðum. Ég þekki það eftir að hafa búið öll þessi ár út á landi. Það en svo er vandinn eins og verið að benda á það sko skorturinn á fjármagni í þennan málaflokk í heild sinni, ekki bara hjá listamönnum, heldur líka í rannsóknum, grunnrannsóknum og í alls konar svona nýsköpunarverkefnum, að þeir sem eru metnir hæfir og umsóknir sem eru metnar hæfar og góðar og fá, þú veist, topp einkunn, ég vil því þessum góðu bókstöfum, A-einkunn, það geta ekki allar fengið styrk. Nei. Og það rosalega áhugavert ef við pælum aftur í svona þjóðhagslegum ávinningi eða menningarlegum ávinningi eða ýmislegt að þegar við erum að gera upp á milli verkefna 40 verkefna sem eru öll í rauninni jafn góð með hæstu einkunn hvernig getum við útskýrt það fyrir helmingi þeirra að þau fá ekki úthlutun og meðan hinn helmingurinn fá það. Og þar hef ég séð sko ástæður eins og bara það var stafsetningaveilla. Af því að þetta bjúrókratískt og þarna bókstaflega hægt að benda á að umsókn sé verri heldur en önnur af því að það stafsetningaveilla. Og það mjög skítt að þurfa að einhvern veginn líða fyrir það að vera smáleiðislöndur eða eitthvað svoleiðis. Hið efnislega verður kannski aldrei alveg aðskilið listrænni umræðu þessi mál eða hvað. Ég meina, ekki eðlilegt að það sem ekki eðlilegt kannski að þættirnir á Mogganum þeir hafa verið sko gengið svolítið út og það að hampa þessum íslensku rithöfundum sem skrifa krimma eða eitthvað svoleiðis sem seljast brjálæðislega vel og hafa aldrei þegið ritlaun, aldrei sótt ritlaun. Það svolítið svona þröng mynd af samfélögum það ekki með því að Jú, það mjög þröng mynd vegna þess að náttúrulega samfélagið gengur eitthvað á glæpi og morð og hérna mætti skilja það á umræðinu undanförnu. Já, því ólöstuðu að slíkum bókmenntum ólöstuðum sem að náttúrulega okkur nauðsynleg dægrastytting og ekki skal gera lítið úr því. Sko, það erfitt að við getum ímyndað okkur eitthvað ljóðskáld sem að fær starfslaun og gefur út bók og hún selst í 340 eintökum þessi ljóðabók og fer kannski svona daldið undir radar svona ljóðskáldið ekki boðið til Gísla Marteins til dæmis eða kannski hingað, ég veit það ekki en allavega við sem eitthvað annar þið eru menningarlegri það segir að segja sko sem sagt þetta vekur ekki þjóðarathygli en þetta kannski eitthvað svona mjög sterkt andrúmsloft og frábæra hugmyndir í þessari ljóðabók og það ekki eitthvað kvikmynda
gerðarmaður sem að einhver handritshöfundur sem pikkar upp hérna þessa ljóðabók fyrir að lesa og það einhverja hugmyndir í henni sem að verða handritshöfundunum að innblæstri og hann skrifar eitthvað sem að svo annar tekur við og skrifar og svo smá saman verður þetta að einhverju kvikmynd. Þetta getur orðið eitthvað risadæmi, sko. Við vitum það ekki. Nei. Við vitum bara að í góðum listaverkum leynist eitthvað kím að einhverju ósegjanlegu undri. Og það í öllum góðum listaverkum eitthvað kím að undri. Og við fjárfestum þess vegna í sömu verkefnum vegna þess að við teljum að samfélagið þurfi á slíku að halda. Tek undir þetta. Tökum við ekki bara öll undir? Jú, þetta... Er þetta ekki lokaorð? Þetta eru frábær lokaorð. Björn er ekki alveg viss. Jú, þetta er bara öll nýsköpun virkar svona. Við erum að fjárfesta í breiddinni til þess að fá snildina. Þetta er langtíma fjárfesting, þetta er besta fjárfesting sem samfélag getur gert. 1 króna sem hún setur í listur og menningu, fær 35 tilbaka. Ég bara get ekki hægt að segja þetta, það skiptir öllu máli. Hér er verið að vinna atvinnustefnu til 2030 og ég vona bara að ríkisstjórnin leiti til bíl því að hér er vannýtt auðlind. Við erum með svo frábæra listamenn hérna á Íslandi. Það er eiginlega ótrúlegt, það er eitthvað þessi kraftur, þessi frumorka og við þurfum bara aðeins meira fjármagn, aðeins betri fjárfestingu og þá getum við fengið margfalt tilbaka. Það er svo korruðu fyrirmyndar. En hérna, kæra þakkir öll þrjú fyrir að skapa fjölþætta umræðu listamannalaun frá ýmsum sjónarhornum því það hefur svolítið skortið það. Já, takk fyrir faglegt samtal. Þakka þér fyrir sömuleiðis. Guðmundur Andri, Björn Leví og þú Jón og Hlíf, búið að vera mjög ánægilegt að eiga þessa stund með ykkur. Sömuleiðis. Takk fyrir og hérna ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.